they say don't be nigga put on no work. Shut the fuck up. Y'all niggas ain't no shit. All you motherfuckers talk about Chief Keef ain't no hitter. Chief Keef ain't this. Chief Keef a fake. Shut the fuck up. Y'all don't play with that nigga. Y'all know that nigga got caught with a rat shit. She get the police and shit. Nigga been on probation since fucking I don't know when. Motherfuckers not playing about that. There's savages out there. Y'all catch another motherfucker talking shit about Chief Keef. I'm fucking beating their ass. I'm not fucking playing no more. No, them niggas roll a little greasy in them.
Musica única. Oye, ya. Esta. Oye, ya. Esta. Touch that drums. Left the suffix. No. Yo. I back your bro, don't spectate. Watch when I did that, it's best mates chest plate. White cap when I lock off that estate. I bet say if corn get fling, that's red tape. Violent, let man tone it. I have bang that like, where's my wax? Of course I stole it, she chat too much, but the next one hold it. Told them don't get comfy and go. Rock that dots, had a back bit open. Left in the rim, never switched them swollen. Now I'm rolling, handgun shots golden. 5-door hatchback lurking out. 5 man dashback might be a hashtag Lilo, bro, just chilled out. Yo, I really wanna get this gas back. I told little Skizzy to go with the lookout. Cause I actually lose this telly. Ask unknown team, I said he ever had my man looking at Telly. I chilled my man on house before, turned that whip for a hospital. No Tottenham, but it came from a farm, same size of my arms, I'm Oscar. See it up right there, and get chingy. My gun them give me, my gun them feel me. Give me my thingy and let me get flingy. You see it? You see me? We got a big dilemma, big me robo, don't know better. Look that bro like it's whatever. You let that go like it's whatever. Big me roll like it's whatever. Yo, whatever the weather, I'm sleeping whenever, I'm madder than ever. I'm brewing the sweat, but 2 in the rut, they copying me cause I'm doing it better. Left my block with a pom-pom rever, can't come into the kingdom never. One hand in, can't get a left leg out, they dribble me in there, want me to step out. Wait, that's him I swear. Where? Right there. Jump up, chat, put him in a coffin. Pop back in that swerve. Where's my yak? I'm burst. Last night was a blur. Who you watch? Burr. I'm about to go curve. See it up right there and get chingy. My gun them bring me, my gun them feel me. Give me my thingy and let me get flingy. You see it? You see me? We got a big dilemma, big me robo, don't know better. Look that bro like it's whatever. You let that go like it's whatever. I get those goosebumps every time you come around. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments. I'm way too numb, it's way too dumb, I get those goosebumps every time. I need that hype, throw that to the side. I get those goosebumps every time, when you're not around, when you throw that to the side. Trítlar, Fanta. Ha? Í alvöru lofaru. Every time I need that hype, throw that to the side. I get those goosebumps every time, when you're not around, throw that to the side. When I'm pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I take skit game wireless, throw a stack on the Bible, never Snapchat it to Molly. She fall through plenty, her and all her guineas. At the top, right there, I'm doing it. Oh no, I can't fuck with y'all. When I'm with my squad, I don't do no wrong. Sauce in the city, don't get misinformed. They gon' pull up on you. We gon' do some things you can't relate. Jæja, kæra áhorfendur. Þeir sem ennþá komin á skjánum, þá ætlum ég að fara yfir liðskipan bæði Njarðvíkur og Ármanns. Það eru Njarðvíkur að keppa við Ármann í fyrst til kvenna. Í Njarðvíkurliðinu er skipað nr. 4 Lovísa Bylgja Sverrisdóttir, nr. 5 Helena Rafnsdóttir, nr. 6 Vilborg Jónsdóttir, nr. 7 er Eva María Lúðvíksdóttir, nr. 9 Þuríður Birna Björnsdóttir, nr. 11 er Kamila Sól Viktorsdóttir, nr. 13 Anna Lilja Áskilsdóttir,
14 er Lára Ösp Áskisdóttir, 15 Kristakla Magnúsdóttir, nummer 19 Ása Böðarsdóttir Taylor, 21 Júlía Skeving Steindórsdóttir og nummer 24 Chelsea Nikolai Jenkins. Og ármannsliðið er skipað Kamila Silva Jensdóttir, 5 Viktoría Líf Önnudóttir Smith, 7 er Ópeil Hlíf Jassein, 8 Jónína Þórdís Karlsdóttir, nummer 9 Thelma Lind Bjarkadóttir, 10 Kristín Alda Jörgensdóttir, nummer 11 er Arndís Úlla Bjárdal, 12 Auður Hreinsdóttir, 13 Elisabeth Helgadóttir, 14 Isabella Rún Rabasa, kann ekki alveg bera það fram, en nummer 15 er Hildur Ýr Káradóttir og nummer 21 er Margrét Hlín Harðardóttir. Þjálfari Njarðvíkur er Rúnar Ingi Erlingsson og aðstofamaður hans er Lárus Ingi Magnússon og besti sjúkraþjálfari landsins er hann heitir Rafn Júlíusson. En þjálfari Ármanns er ekki alveg með á hreinu en hann seldur ekki á skýrslunum verð. En dómarinn er tveir sem munu sjá til þess að reglum sé fylgt. Það er Sveinn Björnsson og Jón Svan Sverrisson. Það eru tæp mínúta þá þetta leikur fyrir að stað, þannig að ég dreif mig hlé og kem aftur eftir nokkrar sekundur, þannig að þið en við sjáum núna að þeir leikmenn sem byrja þennan leik að Jónína Þórdís lappar hérna inn á ásamt Auði og svo er Arndís Úlla og Kristín Alda og einnig Thelma Lind sem byrjar þennan leik fyrir Ármann, en Helena Rafnsdóttir, Vilborg, Chelsea, Krista og Þura sem byrja þennan leik fyrir Njarðvíkurstelpur. Og eins og allir inn í Njarðvíkunum þá vonumst við eftir að okkar stelpur vinna þennan leik. Þær eru á toppnum ásamt ÍR með næstíði fullt hús, en einu tapleikir ÍR og Njarðvíkur eru gegn hvort öðru. Þannig að þessi lið eru ógnarsterk og eru líkleg til að berjast til síðasta blóðdropa sæti í dómarasdeild kvenna næsta tímabili. En Krista byrjaði að feysa Kristínu hver að byrja með boltan. Og ef ég þekki mína konu Kristu rétt, þá er hún að fara að rífa þetta frákast og hefja þar á leiðandi leik. En nú kastar Jón boltanum upp og Krista nær að blaka til boltan, svo Helena fær boltan og hún finnur Vilborgu. Hvað gerir Vilborg? Hún fær Chelsea hérna til sín og Helena fær boltan og sendir henni á Þuru. Þura er inn í fimmunni en hún sendir á Kristu sem nær ekki að senda Helenu, en Þura fær boltan og það fyrsta skotið er af. Þá koma Ármannsstelpur. Jónína er þeirra stigahæsta stelpa í vetur og hefur verið drjúg fyrir sína stelpur og þörfu Njarðvíkurstelpur hafa vel getað á henni. Kristín með fyrstu stig leiksins og Ármann er komið yfir. Þá kemur Vilborg upp. Hún finnur Þuru. En þá kemur Vilborg hérna. Hún finnur Þuru en það er brot á Þuru, þannig að já. En já, við viljum meina það er engin stigatafla fyrir hann. En Chelsea jafnar hennar leikinn 2-2.
Þannig að við verðum bara, við reynum að vera eins professional með þetta, en þá koma Ármannstelpur og þær fá körfu góða. Kristín byrja hennar leik vel fyrir þær. Þau koma með 4 stig og fær villu, þannig að nú bara spurning hvort að Kristín situr niður þetta skot og hún fékk villuna á helinu og víti ofan í. Þannig að Ármannstelpur liða 5-2. Þá kemur Krista. Hún finnur helinu. Helena býður eftir Vilborgu. En Vilborg kemur hérna, tekur snúning og finnur helinu sem keyrir inn í teiginn og fyrsta skotið hennar ekki á, þannig að það kemur Jónína. Hún finnur sína mannski en Vilborg sér í boltanum og hún finnur Chelsea. Chelsea ætla að taka eina afturbakkssendingu en hún fer í Ármannstelpu út af. Þannig að Vilborg stillir upp í innkastkerfi og Þura býður sig og Krista kemur, finnur Chelsea. Chelsea finnur Vilborgu sem reynir hennar sendingu inn á Þuru. Það bara Þura fær boltan hérna en Krista er búin að senda hennar Chelsea sem fyrir þrist og það er af. Þá koma Ármannstelpur og þær koma hérna. Þannig að finna Kristínu en Vilborg passar vel upp á og hún tekur skotið og brotið á henni og hún setur ekki skotið niður, þannig að það er 2 vítaskot. Þá er bara spurning, þá þarf Vilborg að setja þetta niður. Og fyrsta skotið hennar er beinursleið. Og þá bara vona að næsta víti færi sömuleið. Og það er af en Chelsea hún stígur út af. Ekki alveg viss þetta hafi verið rétt. En eins og ég segi, ég er ekki dómari. Þá kemur Jónína, hún er aðþrengd. Njarðvíkurstelpur pressa hátt og þá bara Þura ein eftir tilbaka og þær koma síðan í 7-4. Nei, 7-3 minni ég. Þetta byrjar ekki alveg nógu vel en Vilborg kemur inn í teiginn og situr ekki ofan í. Ármannstelpur byrja vel og þar farið þrist og það er af en þær ná boltanum og þær sitja skotið ekki ofan í. Það fyrir af og Chelsea nær boltanum og þurfa Njarðvíkurstelpur að step up the game ef ekki á að fara illa hérna en það kemur Helena en hún hittir ekki. En Ármannstelpur hérna byrja þetta töluvert betur og hún er snúningunum en ekki boltanum en hún er fáir frákastið en Þura var ekki að fara að leyfa að halda boltanum. Flott sending á Vilborg og Chelsea skilar þessu niður. 5-7 fyrir Ármann. Það er ná boltan strax, það gerir Helena og það er brotið á henni og bolti fyrir hringinn. 2 vítaskot sem Helena fær. Það mátti ekki miklu mun á þessi fær ofan í. Eða bara sára litlu en þá fær Helena hérna 2 vítaskot og fyrsta er ofan í hjá Helenu. En stelpunar okkar áttu leik við Vestra núna helgina og þar unnu þær 35 stiga sigur og Helena var með 17 stig þar. Og Helena setur bæði vítin sín niður og pressa Ármannsstelpuna, eða Njarðvíkurstelpuna skilar sér að þær þurfa að fá innkast. En þá er bara að sjá hvort að það steli ekki boltanum. Næsti Helena búin að koma sér í sendinguna en þar koma Ármannsstelpur. Boltinn gengur hratt á milli og það eru komnar í 9-7. Kristinn er með 7 stig eftir
rúmar 3 mínútur. Þetta er rúmar 4 mínútur menn ég og Auður með 2, Helena með 2, Vilborg 1 og Chelsea 4. Þá kemur Vilborg upp, finnur vinkonu svona Helenu og þá Vilborg snýr hérna og reynir að finna Chelsea sem finnur Þuru sem nær boltanum með annarra tilraun. Hún er ekki mátti sér lítils en við skulum orða það þannig að án Þuru væri, ef ég væri að fara í stríð þá myndi ég alltaf hafa Þuru með því að hún er grjóthörð. Þá koma Njarðvíkurstelpur ná boltanum. Vilborg er með Helenu með sér en fer sjálf og situr þetta niður og jafnar leikinn. Og Helena rænir boltanum. Það kemur Vilborg hérna. Það er brotið af Vilborgu og mun það verða fjórða liðsfylla gestana og mér sýnist Rúnar taka leikhlé. Hann þarf að hraða sig yfir þetta með stelpunum. Það hafa ekki byrjað þetta svona en já, það er 9-9 og leiklið er svona að renna út og mér sýnist Rúnar ætla að koma hérna. Jú, hann er búinn að koma Kamil inn á. Kamil og Sól kom frá Keflavík og Vilborg fær smá space. Eða smá tíma til að hvíla sig enda úr síðan og þá kemur Chelsea og Lára Öspi komin inn á líka. Hvíla vegginn hann á Þuru en Lára kemur inn á og setur fyrstu stígi sín. Og ennþá er það með þess að tryggja menn að pressu og Chelsea setur skotið ofan í. Frábær hápressa. Ég get alveg sagt þetta, þetta er önnur stólinn boltinn eftir innkast frá þeim og þá kemur Helena, hún róar þetta niður, býður eftir opnun. Kamila fær boltan hérna, hún keyrir, finnur engan nema Helenu. Krista fyrir þrist og það er af en þá koma Almarstelpur og fá villu á, mér sýnist að Lára sé að fá villuna. Já, alveg vilja, nei það var Chelsea sem braut. Aðeins önnur liðsvilla Njarðvíkur. Kamila hefur gætur á Þórdísi. Þá koma Almarstelpur Þórdísina. Finnur aðra en hún á bara ekki nóg gott skot og Lára fær innkastið. Kamila en það virðist vera brotið á henni en það er á boltanum og Þórdís finnur manneskinu í teignum og þar tekur bara hvítur veggur á mótinni en hún setur skotið ofan í og fær villu og karfan er góð þannig að Kristín getur sett sín 10. stig ofan í. Og það er ekki ofan í. Lára nær frákastinu og finnur Helenu. Helena er hana ein, tekur snúninginn og fær 2 vítaskot. Vel gert á Helenu en það hefði nú verið fínt að fá hennar
En þá kemur Auður út af og hann setur Elísabet inn á. Það var bara spurning hvort að Helena setur bæðin víti niður og fyrra ofan í. Og sama, en nei, annað vítið fyrir ekki ofan í en og þá koma þær og Þórdís feikar þriggjastigaskot en þetta vill ekki ofan í hjá. Það með Helena öskur á boltann en Chelsea ekki alveg að gefa hann en setur ekki niður skotið sitt en staðan 14-11 fyrir Njarðvíkurstelpur. En Helena stelur boltanum. Þetta var jafn auðvelt og fyrir kött og hoppa út glugga. Og Chelsea fyrir stökkskotin sem verður ekki ofan í. Þetta byrja frekar jafnt en þá koma þær með þriggjastigaskot sem fer af. Kamela stillir upp. Finnur Kristu, hvað gerir hún? Chelsea og Kamela. Kamela fyrir þriggjastigaskot sem of stutt en hvað gerir Jónína? Og þannig koma þær í og hún nær ekki að koma fram hjá Kristu en hvað gerir Lára? Hún finnur Kristu. Kamela reynir þriggjastigaskot aftur og það fer beinusleið ofan í og þetta voru 60 leikurina. Þá koma Ármannsstelpur og það ná ekki en það ná ekki að boltan ofan í. Og þá koma þær Ármannsstelpur á boltan og þá koma Ása og Eva inn á fyrir Kristu og Helenu. Helena og Krista hafa spilað vel. Þá kemur Jónína þriggjastigaskot sem fyrir ofan í. Þá kemur Eva og finnur Ásu Ása kemur og tekur skot sem fer af hringnum og Chelsea nær boltanum og setur þetta niður og 5 stiga forysta 19-14. Þá koma þær og það þriggjastigakarfa og það minnkar í 2 stig. Ég sé það á Rúnari að hann ekki alveg ánægður. Þá kemur Eva, Kamela og hún tekur þriggjastigaskot og setur þetta niður. 6 stig hjá Kamelu sem hún kom inn á. Hún alveg sjóðheit og þá koma Ármannsstelpurina. Eva gefur ekki neitt eftir og þar fær þriggjastigaskot og það af. Og Chelsea nær boltanum finnur Evu en Ármannsstelpur stela af henni boltanum. Og Vilborg að gera sig klára að koma inn á. Þá koma Ármannsstelpurina, hvað gera þær? Það koma upp en Eva nær boltanum. Og finnur Chelsea. Það gerir Chelsea, hún tekur stökkskotið og það af. Það 17 sekúndur, spurning hvort það spili leikklukkuna út. Þetta var Rúnar búinn að ákveða það setja ekki Vilborg inn og finna í öðru hluta. Þá koma Ármannsstelpur, láta boltan ganga bara vel og þá taka skotið og það af og við það rennur fyrstileikur til
sinn gang og staðan eftir fyrsta leikluta er 22-17 fyrir Njarðvík og er Helena Rafnsdóttir með 3 stig, eins og Vilborg, Kamara með 6, Lára 2 og Chelsea með 8 og hjá Ármanni er Jónína og Telma með 3 stig, Kristín 9 og 2 stig hjá Auði og Helena, Kamila og Chelsea er allar með 1 villu og í Ármanni er Jónína, Ardís og Auði með 1 og Kristín er með 2. En við leifum leikliðina að renna sitt skeið þangað til að við byrjum aftur með með annarri hluta. Þetta er svo að lýsa gólfi, maður þarf ekki svona að æsa sig neitt, eins og í boltanum. Þetta er svona gott til. Jæja, þá fer annar leiklutin að fara af stað. Liðin sem koma út í sinnaðleik hjá Njarðvík eru Lára, Eva, Kamila, Vilborg og Ása. Og Ármannsstelpur byrja með boltanins í öðrum hluta. Og nú bara vona að Njarðvíkurstelpur halda áfram sem grimdar varnarleik. Ég ætla bara að Kamila fær hérna sína aðra villu í þessum leik. Sjálfsagt að reyna að stela boltanum en Kamila verður að fara varlega með villunar. Við viljum ekki lenda í neinu villuvandræðum hérna. Þórdísina fer illa með Kamilu en nær boltanum og þær koma hérna en það fer ekki en Ása nær boltanum og Ása reynir að finna en það er brotið, jújú, hún fær brot hérna og full hérna aðgangsverðið á Ásu en sem þýðir að Eva tekur boltan en Kamila kemur út af og Júlía Skeving kemur inn á. Júlía Skeving hefur verið í þessu liði í þó nokkuð tíma. Gegnum allt. Það kemur Vilborg, finnur Láru og hún finnur Júlíu. Júlía er hérna með Vilborgu og Vilborg kemur en það er bara stólinn á henni boltinn. Þá koma það er henni með þrist og það er af. Það er ná frákastinu. Hvað gera Ármannsstelpur núna? Og það er henni með skotið og það er ratar ekki rétta leið. Og það er dæmt villa á þær og þær eru með Vilborg upp. Lára, Júlía, Vilborg er inn boltan. Hún finnur Evu og Eva fyrir þrist og það er af. Eva sem hitt upp skothöldina. Þá koma hvað gera Ármannsstelpur núna? Fyrstu stigin er ekki ennþá komin í þessum leikluta en þetta er af. Þá kemur Vilborg og Ása fyrir utan og Ása fyrir þrist og það er af.
Það tapa 2 mínútur án stiga hérna í öðru hluta. Þá koma Ármannstelpur. Það kom hann inn í teig og það fyrstu stíðin komin og það eru Ármannstelpur. Og kemur Júlía, hún finnur Evu. Vilborg finnur Evu hérna. Hún finnur vinkonuna sinna Ásu og Ása fyrir þrist og það af. Ég var alveg til í að eitthvað sem skotu fara að detta. En hún hérna, Vilborg að trufla hann í Jónínu hérna aðeins. Kemur hérna skotu og það fer skrúfast upp úr. Og koma Vilborg kom sér inn en og kemur Þura inn á fyrir Láru. Ása með innkasti á Vilborgu, hvað gerir Vilborg? Þá kemur Ása en hún blokkuð hérna. Hildur bara ver þetta skot. Þá koma Ármannstelpur og það það ekkert. Vilborg stelur þessu. Hún fer upp og fær 2 vítaskot. Helena að koma undan fyrir Ásu. Og Vilborg setur fyrra vítaskotið niður. Og annað vítaskotið fer... Nei, það fer ekki niður. Og Þura pressar innkastið en missir boltann út á hann að Ármannstelpur á boltann. Ármannstelpur hafa verið að lesa þessa pressu en hún að fá boltann inn sínu vallarhelmingi sem má ekki þannig að hún fær þar sem Ármannstelpur var komin yfir miðlínuna þá má hún ekki senda á manneskjuna fyrir aftan. Og Helena Sveinn dómari leyfir Ármann ekki að skipningu en áður en Helena tekur innkastið. Þá fær Helena leyfi til að byrja. Vilborg nær boltanum. Og það kemur Eva með góða sendingu á Helenu. Helena stígur á línuna. Klauflegt á henni en áfram gakk. Það kemur Jónína með góða sendingu og Vilborg nær boltanum og sendir á Helenu. Smá vandræðagangur á Helenu en það skiptir ekki máli. Hún finnur Vilborgu. Vilborg yfir á Evu sem fyrir þrist og það af. Og fer Þura högg en Þura grjóthörð og það nú töluvert til að hún kvarti en við skulum vona að þetta sé ekki alvarlegt. Og það þýðir að Krista kom inn á. En þá taka þjálfararnir leikhlé.
Það er að lítið skorað í þessum leik í dag, það er eiginlega bara 2-1. Já, 23-19. Spurning hvort að Rúnar sé ekki bara að biðja að fara að setja niður skot. Það væri nú gaman að fá Lofís í bylgina, hún er nú skotmaður góður og getur, ef henni langar til, skotið anstæðinginn sinni kaff. Helena er dæmt brotleg, ég er ekki alveg sammála því. Jú, hún fær hérna sína aðra villu. Þá kemur Jónína hérna með Vilborg í sér. Hún er að fær hérna 2 vítaskot Jónína. Það er Júlía sem fær að villuna þar en Jónína hittir ekki fyrra. Það er nú sagt að þeir sem klúðra fyrsta skora alltaf öðru. Sú er raunin, hún setur þetta annar ídalskotið niður og þá er staðan 23-20. Njarðvíkurstelpur er að leiða og það kemur Eva hérna og varnarsafninn er ekki að fylgja henni því að Krista sendir hana fyrir Júlía, Eva, hvað gerir Eva? Hún dettur eiginlega bara þannig að Ármannstelpur hérna þá setur Rúnar Chelsea aftur hérna og þá er reyna að finna hérna opnun og hún er skotinu en það er af en 24 sekúndur líða og þá kemur Vilborg og hún fer upp og það er niðri en Vilborg hendir sér í þetta og Vilborg liggur virðist að fengið í höfuð en það virðist líka hún Hildur hafa fengið vænt högg í andlitið og þá er Chelsea komin inn á fyrir Evu. Vilborg er í lagi þannig að töluvert mikið til að hún meði sig en mér sýnist Hildur hafa meitt sig eitthvað en Vilborg er náttúrulega bara stórkostur leikmaður þannig að hún var aldrei að fara að gefa þetta innkast. Og þá fá þeir leyfi til að halda áfram. Chelsea fær boltan hérna. Það gerir Júlía. En vond sending hjá Júlíu og þá koma Njarðvíkurstelpur eða Ármannsstelpur aftur upp. Krista fylgir Kristínu. Krista reynir að ná bindinu sín en það er að ná að þriggja skotinu og það er eiginlega bara Helena grípur þetta og fær boltan. Lára, hvað gerir Lára? Hún finnir Kristu.
og Vilborg dansar hana en hún ósátt með sjálfa sig að hafa ekki sett þetta niður. Hvað gerir Ármannsstelpur núna? Og það er hérna að koma. Það er einhver pirringur komin í Ármannsstelpur. Það er hún Jónína komið 2 og hvað gerir Helena finnur Chelsea. Chelsea kemur og tekur stökkskot og fær villu og situr niður skotið. Og Chelsea situr ekki niður vítaskotið en Kristján er boltanum. Og Lára brýtur henni á koma upp og það er ofan í hjá þeim. Og Helena er ekki í skotinu en hún fær hérna 2 vítaskot. Og fyrra vítið fer niður hjá Helenu. Og síðara fer sömuleiðis niður, þannig að staðan er 27-22. Það 5 stiga forskot Njarðvíkur helst. Þá koma þeirra með tryggst og það er off og Njarðvíkurstelpur Ármannsstelpur eiga þetta. Hún aðþrengdi henni en nær skotinu en Ármannsstelpur fá frákastið og þetta er að renna sinn sand og þetta er ekki talið svo að Njarðvíkurstelpur eiga boltan, góð vörn hjá Njarðvíkurstelpum. Kemur Krista, hvað gerir Vilborg, hún finnur á tegin og það er brotið á henni og það er óíþróttamannsleg villa hérna sem þýðir víti og bolti. Og Jónína lætur Svein vita hvað henni finnst hlutina en eins og ég þekki Svein best þá er hann ekkert að hlusta á það.
Staðan þessum leikluta er 5-5. Þannig að það er 5-5 staðan í þessum leikluta og má vel að segja að vörnin hafi verið í sérflokki og það leikmenn ekkert að heita. Og fyrir að víti Vilborg er ofan í og það er 2 víti en ekki 1 víti sem ég hélt fram áðan og annað víti Vilborg er niður og Njörgusar breigar sig á boltan. Það Óði Tómasli Villa er sem sagt 2 vítaskot á bolti og Vilborg bara tapa boltanum. Bæði Kristó og Helena komnar út af og báðar tvíburasysturnar Anna og Lára eru komnar inn á og Fiss kemur skoti en þetta er Njarðvíkurbolti og Kamila og Anna og Lára og Anna Lilla eru komnar inn á staði fyrir Kristu og Helenu og Júlíu og þá kemur Chelsea og hún setur niður skot þannig að þetta er mesti munur í leiknum. 9 stiga munur, það kemur Jónína. Jónína þarf að fara varlega, hún er á Jónína með skot og hefði nú getað fengið villuna en dómarinn dæmi ekkert og þá fer hún í 3 skot Kamila og það er hún stelur það bara boltanum. Vel gert að Kamilu róa niður leikinn og lætur svo Vilborg hafa boltan. Það enda þetta álfuru sprengingu hérna í Njarðvíkunum. Þá kemur Anna fara að snerta boltan og lætur Vilborg hafa strax. Lára skrínar og Vilborg fer inn og setur þetta niður og kemur Njarðvíkin í 11 stigum yfir. Ég öfunda ekkert Ármannstelpur að þurfa að vera í vörn og Chelsea vinnur af henni boltan. Hvað gerir Chelsea? Finnur Kamilu sem situr ekki niður hérna boltanum og Njarðvíkurstelpur eiga þetta og þá kemur Lovísa Bylgja inn á stað fyrir Vilborgu og kæmi mér ekki óvart ef að Lovísa Bylgja skellir niður einu þristina áður en við tökum okkur smá kaffipásu. Hún kemur strax í innkastkerfið hérna og ekki góð byrjun hjá henni en það kemur Jónína og hún klikkar á þessu og það kemur Lovísa róar þetta niður og það er Chelsea að boltan sem finnur önnur Lilju og Kamila finnur Láru. Það gerir Lára, hún var inn að fyrir skot og það er af. Njarðvíkurstelpur fá hérna minnst kosti einu sókn í viðbót og það er það er tapar á boltanum og það kemur Lovísa hérna. Lovísa fædd hérna 2005 og Chelsea fær skot og það er ofan í. Má vel að segja algjör stórkostlegur endir hérna. Jónína finnur hérna liðsfélaga sinn og það er off. Það gerir og Anna Lilja fyrir skot og það er rétt. Fer í hringinn út af og staðan er sem sagt eftir fyrri hálfleik 35-22. Algjör flug Njarðvíkurstelpur endan annan leikut á algjöru rústi hérna. Gersamlega keyrðu yfir Ármannstelpur og ég ætla að taka smá stutt hlé og við komum aftur eftir það bil 14 mínútur.
sé þetta þegar síðast í sigli, þá var bara allir komið eftir mig bara með hafnindófnir. Já, það góðu leið.
Hefur þú borðað á hamborgarbúðinni hérna? Hefur þú borðað á hamborgarbúðinni hérna? Hvernig maturinn það? Ég gaf stelpunni námið restan af náminu mínu. Jæja, kæra áhorfendur, þá byrjum við seinni hálfleikinn. Það er bara veisla framundan. Og Ármann stelpur byrja seinni hálfleikinn eins og annarlega vita og Njarðvíkur stelpur eiginlega byrjuðu seinni hálfleikinn bara enduðu annarlega vita eins og góð Porsche-bifreið. Og byrjunarliðið seinni hálfleik er Þura, Helena, Krista, Chelsea og Vilborg. Og þá koma Ármann stelpur og það er fara beint til þrist og það er off og það er halda boltar minni og reyna að skota aftur og það er off og Helena með frákast. Það kemur Vilborg, finnur Helenu
og það smá grimmd í Ármannstelpum. Hvað gerir Þura? Finnur Vilborg kemur, snýr af sig mann og annan og fer upp og þetta skot ekki gott og það bara fer ekki svona hringinn, þannig að þá koma Ármannstelpurina og hún fór að Kristu og hafði ekki mikið þar en þá koma, hvað gerir núna og Þura nær sér í villu. Þá koma Njarðvíkingar, það finna hérna og það neðskilmi skot og það af. Það gerir Chelsea núna. Hún finnir sér Vilborg hérna og hún finnir Þuru. Þura, hvað gerir hún? Og Chelsea nær boltanum og skotið af. Og hvað gerir Jónína núna? Hún finnur hérna engan eða og boltinn aðeins fyrir aftan og Kristína eitthvað að reyna að ýta Þuru frá sér og hann ekki með skot og það skilar sér niður og þá 10 stafmunið 35-25 og þá koma Kristjana að finna Vilborgu. Hvað gerir Vilborg? Já, ég vil segja eitthvað árið það að taflan, við náum ekki töflunin, við reyndum að fixa það í hálfleik. Þannig að ég kemur til bara með að segja ykkur stöðuna en ég sagði núna 35-25 fyrir Njarðvík og hann ekki með þriggjasatilraun sem fór bara beint í fangið á Chelsea. Hún finnur Vilborg finnur Helenu og Helena náði ekki alveg að hemja boltan, þannig að Ármenningar eiga bara boltan. Það gera núna vel spila hjá þeim en þriggjastaskotið ekki gott og fer beint til Helenu og Helena rýkur upp og finnur Þuru. Chelsea finnur Helenu sem fyrir þrist og það fer í hringinn og í spjaldið út af eða í fangið á Ármenningum. Sjálfsagt að reyna þetta fyrir Helenu, það kemur Jónína með þrist og þetta bara airball eða eins og einhverju segja loftbolti. Þá koma Njarðvíkingar. Það gerir Kristján, finnur Helenu og Helena finnur Kristu undir körfunni. Krista hættir við að fara upp. Það gerir Chelsea, hún fer í þrist og það beint ofan í. Chelsea að setja sín 17. stig niður. Hún stigahæsti maðurinn á vellinum, eða stigahæsta konan og slær boltan út af og reynir að benda dómaranum á að þetta hafi átt að vera Njarðvíkurbolti en eins og ég þekki Svein þá það hann ekki maður sem gefur mikið eftir en Ármenningar taka hennar leikli og staðan 38-25 fyrir Njarðvík og stig leikmanna Njarðvíkur Helena með 5, Vilborg 8, Kamila með 6, Lára 2 og Chelsea með 17 og Ármenninga Viktoría með 2 stig, Jónína með 4, Thelma 6, Kristín 11 og Auður með 2 og í Njarðvíkurliðinu Helena með 2, Kamila 2 villur, Þura með 1 eins og Lára, Júlía og Chelsea. En í liði Ármanns Kamila, Thelma, Ardís, Auður og Elisabeth með 1 villu, Kristín með 2 og Jónína og Viktoría með 3 villur.
og sem sagt í svona eins og ykkur segir af körfuboltamáli í villavandræðum. Það má eiginlega segja það að þannig styrkisarskot sem Chelsea bara grípur og hún finnur Helenu sem situr niður 2 stig, 7. stig Helenu og Njarðvíkurserpur eru komin með 15 stiga forskot eftir frekar lélega byrjun hafa Njarðvíkurserpur eiginlega bara en þær náðu henni að minnka munin en ekki sendið Chelsea í sendingunni á Helenu en Vilborg finnur Þura fyrir upp og situr ekki niður en eiginlega bara skellir henni niður inn að númer 11 hjá það kemur Krista út af fyrir Kamilu þá koma, en það var brotið hana á Vilborgu, hana fiskuð villa. Þá var hún Telma að fá sinni aðra villu. Og Chelsea innan með boltan. Hvað gerir Vilborg? Kamila ná boltanum. Hvað gerir Kamila? Fyrir þrist og hún vill eiginlega fá villuna og mér þótti nú brotið á henni en sjáu þessa pressu og brotið á Kamilu sem fær 2 vítaskot. Flott vel sótt hjá Kamilu sem hvergi smeygt þegar hún keyrir inn í vörnina. Kamila klúður á fyrsta vítinu og Kamila og Jenkins í hérna með svona hnjáhlífar svona og síðara vítið rata niður hjá Kamilu sem pressar vel. Vel gert hjá Chelsea sem bara stelur og það var eiginlega sem má vel að segja að hún Telma hafi brugðið fæti fyrir Chelsea til að hefta leiðinnar að körfunni en ekki þegar dómarinn dæmdu það ekki þá það gera Ármenningar núna. Þar þurfa nauðsynlega á stigum að halda ef það ætla að fá sig út úr leiknum. En ég held að Njarðvíkurvörnin sé bara það sterk að og það spila bara leikklukkuna út en það víst brot sem dómarinn eru varið við tegnum þannig að Þura að fá sína aðra villu og Auður fær 2 vítaskot til að lemja munin örlítið meira niður. En þá spurning hvað fyrsta vítið gerir hjá henni. Það fer, fyrir eftir það leið. Og annað vítið nei, það fór ekki rétt á leiðina og Kamila nær völdum á boltanum. Sáðu Helenu fyrir inn á teiginn og nær sér í 2 vítaskot.
og það tæknivilla. Þannig að ég sýnist Helena fá Chelsea tekur 2 tæknivíti áður en Helena setur vítin sem hún sótti sér. Fyrra skot Chelsea ekki gott en hún átti sér á því. En það það 1 víti í tæknivítum og nú tekur Helena 2 vítaskot. Og Helena vonandi gera það sem hún hefur verið að gera í leiknum og setur bara bæði niður. Annað að minnsta kosti ofan í. Nú hún tekur þetta vítaskot og svo fá Njarðvíkurstelpur boltann. Og annað víti Helena ekki niður. En Kamilla nær boltanum og það fer niður. Það má alveg segja að það þykist á sókn Njarðvíkurina. Og pressa Njarðvíkur gríðarleg. Og gefa Ármenningum engan frið til að gera neitt. Og þá koma Ármenningar og hún reynir líka afturbakskot sem var bara eins langt. Hún var eiginlega styttri að hitta Geysiskildið heldur en að hitta í körfuna. Og Njarðvíkur á boltan og Vilborg komin upp boltan og með Helenu með sér sem finnur Kamillu. Hvað gerir Kamilla? Vilborg fyrir opinn en hún kaus að nota hann ekki en Ármenningar ná boltanum. Það eins og boltinn sitt þetta heitur fyrir Ármenningar. Það eins og það brennir sig hvers getur sem komið við hann. Og þarna komum við langt þriggjastaskot sem fer ekki rétta leið. Og þá kemur Vilborg upp. Og Chelsea hérna með boltan, með Kamil með sér. Og Helena fær boltan á fyrir þriggjastaskot og það syngur í netinu. Og Helena sitja sín 11 sinnur. 11 punktar á Helenu. Og þá koma hérna. Og þetta bolti sem Ármenningar eiga. Kamilla var síðust til að koma með boltan. Og þá koma Ása og Lárin á stað fyrir Helenu og Þuru. Flott byrjun í þriðja fyrir Helenu. Þá koma Ármenningar og það með skot og það ofan í. Þá staðan 47-30 fyrir Njarðvíkurstelpur. Það geta komið mununum yfir 20 stig með þrist. En það sækjast ekki mikið í þriggjastaskotin. En þetta var ekki gott en Lára hefði getað verið öggrimmar og það hafði náð þessum en áfram gakk. Jónína Þórdísina inn og hún brýtir sér leið og minnkaði munin í 15 stig. Jónína hefur tekið að svið sér og komin hérna í 6 stig. Og Vilborg, hún skrifar hana. Þá koma Ármenningar. Chelsea stelur þessu og hvað gerir Chelsea? Leggur þetta niður og staðan 49-32. Og þriggjastaskot og það af. Og þessi skilar niður á Láru. 51-32. Og þá koma þær og þetta
Já, eiginlega bara ruðningur og ja, þetta var ólega hindrun og fær Telma sína 3. villu hérna. Já, Kristins fekk sína 3. villu. Það eru 4 ármenningar komin í smá svona vandræði. Og Jónína kemur að velli frekar pirruð. Það koma brot á Chelsea en hún fær ekki villuna. Já, hún hefði ekki svona skotanöður og þá eru Njarðvíkingar komnir henni í bónus. Og Júlía Skeving er á leiðinni inn á. Og Chelsea hérna klúður á fyrsta vítinu. Hún hefur verið dálítið léleg í vítanum í kvöld en það skiptir ekki máli meðan hún situr annað víti niður allavega. Og kemur Njarðvík í 20. forskot sem er öruggt og er hún Chelsea á leiðinni út af með 20 stig og Njarðvík með 20 stiga forskot og þá koma ármenningarna. Það koma ármenningarna. Það er eins og hún Telma hafi hlaupið á vegg þegar hún hljóp á Láru. Hljóp basically á Láru og datt í jörðina. Nú var hlaupið á Þá koma ármenningar, hún hefði nú getað að fara í skot en hún misti þess boltann og fyrir þenni í 3. skoti og það er off en þarna á frákastinu. Þannig kemur skot en þetta er bara airball og út af. Þá koma Njarðvíkingarna en það er skrefa á þessu. Þá koma Njarðvíkingarna. Og það er hérna með 3. skot og það er bara fram á hringinn og þannig kemur Kamila með langt skot en það fyrir bara í spjaldið og 3. leikhlutinn er búinn og það er staðan 52-32 fyrir Njarðvíkurstelpum. Það er bæta forskotið ótt og þýtt og er komið svo pirringur í gestina hérna og við komum aftur eftir mínútu.
Jæja, þá fjórði og síðasti leikurinn að fara af stað. Júlía, Lára, Eva, Anna og Kamila byrja hennan leikruta. Það ásaminni ekki Anna, það engin, jú það Anna Lilja en hún nú bara á bekknum. Koma ármenningarina. Það hafa átt fyrstu orðin í öllu leikritunum, þannig að spurnum hvort að Njarðvíkurstelpur gefið þeim það í dag. Og hann bara blokk og léleg skotval en Lára bara miklu ákveðnari. Stelur þessum. Það gerir Ása núna, hún finnur Júlíu sem finnur Eva fyrir þrist og það bara beint ofan í. Fyrstu stig Evu í kvöld og þetta var bara basically steinsofandi ármenningaðurina. Það á eiginlega að segja það að þessi leikur er eiginlega bara gott sem unnin. Ása hætti við þriggjastaskotið sitt. En Kamila hvergi hrædd og það var eiginlega bara komin ofan í en ákvað að hætta við. Og þá fara þær í óopburt skot og þá Jónína með frákastið, hún finnur boltan en hér ekkert að vera hjá þeim en það Jónína fyrir skot og það ofan í. Svarar skoti yfir hennar með þrist. Þá koma þær hérna. Kamila finnur Láru en það brotið á Láru og það fyrsta vítið, eða fyrsta villa fjórða. Og Peil var að fá villu hérna. Hvað gera Ása, hún með boltan. Lára kemur undir og það bara lekur af. Og hún fyrir þrist, Jónína, og það spjaldið ofan í. Staðan það 55-38. Þá kemur Kamila, hún finnur Ásu sem kemur inn á teiginn og setur niður skotið. Eva byrja hennan leikruta á 5 stigum. Og þá kemur Helena inn á en þriggjastaskotið náði ekki niður. Sem betur fer kannski, það hefur verið leiðilegt fyrir Jónínu að detta á eldina. En vond sending sem endar hjá Jónínu, hún finnur eina hérna og það ofan í. Fín byrjun hérna hjá ármenningum. Það hvað gera Ása, hún kemur hérna. Kamila í þrist og það gerir Jónína, hún og hann kemur skotið en það skakt og Kamila með langa bolta á Ásu en þær stela boltanum og Vilborg og Helena sestar á skiptibekkin.
klárar og þá kemur þristur og það er af. Og þryggjast að karfa og það er af og boltinn er út af og þá er Kamila og Ása út af og Helena Vilborg inn á, þannig að stiga hæsta stelpun á vellinum er Chelsea með 20 stig og Helena með 11 og Kamila með 9 og Vilborg 8 og Eva með 5 og Lára með 4 en í liði Ármenninga er Viktoría með 2, Jónína með 12 en Helena fyrir þrist og það er af og Jónína með 12 stig, Thelma með 10, Kristín með 11, Ardís 2 og Auði með 3 sem er ekki nóg gegn þessu ógnarsterka Njarðvíkurliði sem virðist geta unnið hvert sem er. Og Þura gerir sér klára að koma inn á. Það er þá líklega annarkvort Eva eða og Helena með skotið bolti fór út af eða af. Þá koma Ármenningarna og það er tekið á móti þeim að Njarðvíkur sið og Lára bestu boltan á nær honum. Og það kemur Vilborg, hvað gerir við hún? Hún er með Evu með sér sem nýtir. Það kemur Júlía með skot og það er beint ofan í. Júlía búin að setja sig á blað. Við myndana þrýstina. Sem fór bara snert, það var ekkert með net. Nú þarf að stelpunum að ná smá stoppi hérna og það er komin 60 stiga múrin. Og annar hljóp hún eiginlega bara á Evu sem er ekki góð hugmynd. Og vel góð truflun hjá Helenu. Vilborg auð á flugbraut og hún er með skotið. Það er af og Lára er boltann og setur niður 7. stig í sitt og kemur mununum í 22 stig. Það er það þreföld skipting. Og hann er ekki með skot og það er ofan í. Þá er Þura, Anna Lilja og Krista sem eru að koma inn á. Það var vantilega Eva, Lára og Júlía sem kom út af. Nei, það er 4. Lovísa Belgi er komin inn er líka á leiðinni þannig að hvaða stelpa sleppur við skiptinguna. Grunni að verða Helena, hún er búin að vera minnst inn á en eða Vilborg en þá koma þær inn á og setja niður og það er vítaskott og þá held ég að og skiptingarnar Eva var að koma út af, Júlía og Helena sem kom út af og Vilborg líka. Var það Nei, Helena fer ekki út af, hún eina stelpan í liðinu sem fékk að halda sæti sínu. Og það er af og Kristjana er frákastinu. Nýtir hennar losubylgju. Og kemur Anna Lilja, hvað gerir hún? Hún fyrir þristin og það er í hringinn. En Þura nær boltanum og nær ekki að setja hann inn. Og þetta er Njarðvíkurbolti.
Þá koma Þura, hún opin og það brotið á henni og hún fær 2 vítaskot. Þura með fyrra vítaskot og það fyrir rétta leið. Og seinna sömuleiðis. Þá kemur þrýstur og það af. Kemur Lovísa að fylgja hana með fyrra. Finnur Þuru. Góð sending hjá Lovísu inn á Þuru sem fær aftur 2 vítaskot. Á fyrra vítaskoti ofan hjá Þuru. Það má seinna fara sömu leið. Og seinna fyrir líka niður og þá staðan orðin 66-43 fyrir Njarðvíkurstelpur. Þá koma Helena bara gersamlega blindar hana og fyrir henni þrist og það ekki og það ná frákastinu en svo nær Helena frákasti og það gerir Lovísa núna. Finnur Önnu Lilju. Og fyrir Krista í þrist og það fer beint ofan í og þá Krista komin á blað. Þá koma þær og þær ná að svara og þá kemur Eva inn á fyrir Helenu. Helena búin að skila flott dagsverki. Kemur Eva, hvað gerir hún? Finnur Lovísu Bylgju sem fyrir beint í þrist og það fyrir beinir sem leið ofan í. Ég er bara að bíða þessi þrist þetta leikinn. Þá koma þær inn og það ná skoti og staðan orðin 72-45. Þá 47 meina ég. Þá eiginlega þessi leikur að renna sitt skeiðarlega 45 sekúndur. Það gerir Ása kemur. Og Krista fyrir aftur í þrist og beint ofan í og það já, það telur. Sýnist þetta fá að standa hjá Kristu. Já, brot hjá Telmu í aðdragandanum en þetta taldi það sem skotið hana Kristi fyrir ofan í. Þá koma hérna Njarðvíkurliðið fær alltaf boltan aftur. Hvort sem að spili leiklökunum bara út en Lovísa nær að forsa hana í léleg skot á 15 sekúndur innan leiknum.
spurning hvort það bætum betur og klára þennan leik með 30. Það var alveg ekstra sætt. Eva María býður Finnur Þuru sem klárar þetta bara og stelpunar vinna þetta með 30 stigum. Þetta er búið. Njarðvík með 77, Ármann með 47 og Njarðvík 77 og þá er stigaskorið þannig að Lovísan var með 3, Helena með 11, Vilborg með 8, Eva María með 5, Þuríður með 6, Kamala með 9, Lára og Krista með 6 stig, Júlía með 3 og Chelsea með 20, en hjá Ármanni var Viktoría með 4, Jónína 12, Telma 14, Kristín 12, Ardís með 2 og Auður með 3 og ég þakka kærlega fyrir mig í bili og við sjáumst bara næst. Takk fyrir mig.